inn á velkomin á Frelsi TV í live útsendingu. Ég heiti Axel Pétur Axelsson og þyki þokkalegur prakkari á flestum stöðum. Einhver að kvarta undan því hvað ég tala hægt eða alltaf svolítið nöldur þetta og að ég skilji ekki hluti og menna svona einhvern veginn að rífast sko. Vilja rífast við mig. Ég einfaldlega hef ekki tíma í það og ég fann nú að nýta mér einhverjar blokkunar aðgerðir á slíkar sendingar. Og ég hvet fólk náttúrulega bara til þess að horfa þá á Kastljósið sko. Það mjög flott framleiðsla og ég gæti nú örugglega gert svipað ef ég hefði sams konar fjármuni. Reyndar gæti ég nú gert það fyrir töluvert minna en það önnur saga. Og það alltaf áður en ég fer í útsendingu þá byrja nokkrir að nöldrast í mér eitthvað. Og ég veit ekki hvort að menn að reyna að setja mig í jafna það eða hvort þeir líði bara svona illa sjálfum, ég veit það bara ekki. En sem sagt ég búinn að bjóða fólki almennt að velja rauðu pilluna eða bláu pilluna og ef þetta allt svona ómögulegt hérna þá bara takið bláu pilluna og horfið á Kastljós. Það ekkert að því. En ef þið takið rauðu pilluna og ætlað að vera eitthvað með í þessum leiðangri þá getið ekki verið að hafa ykkur eins og fífl. Og með ykkur svona 5 ára brandara sko, ég nenni því bara ekki sko. Ég búinn að fara í gegnum það. Þann spjallþráð margoft sko, hann enda bara í villsu sko. Þannig að þeir sem eru erfiðastir, ég fer nú bara að blokka á þetta ónæði sko. En ég fagna mjög ábendingum og alvörum sendingum. Ég fagna því mjög. Og eins og ég var að segja ykkur þá nú alveg möguleiki að þessar live útsendingar verði bara að nánast á hverju kvöldi. Það alveg möguleiki. Og ég myndi þá jafnvel fara að reyna auglýsingar sjálfur. Ef einhver vill auglýsa hjá mér þá get ég sett þessna vídeóauglýsingar og ég get spila vídeóauglýsingar ekki. Eða eitthvað. Eða myndaauglýsingu eða kynnt heimasíðu eða eitthvað nýtt sem að selja eða gera. Gegn okurgjaldi eða vægugjaldi. Einhver sanngjörnum gjaldi, segir það. Og það var ég gerði könnun einu sinni. Ég var markaðsráðgjafi hjá Orkuveitunni og hann samið þetta einmitt þegar hann Alfreð réð þarna ríkjum og reyndar hinum í rafmagnsveitunni og allavega fekk ég smá verkefni ef við fengum verkefni þannig að hitaveitunni, mjög góð verkefni. Og á einum fyrsta fundunum sem ég var með þá spurðu þeir mig Axel, við erum með risa vandamál á símanum. Það bara allan daginn verið að hringja og kvarta út af þjónustunni til okkar. Og ég bara hvað málið? Það bara allir vonaðir eitthvað konanir og allir bara stanslegt hengdi það frammi. Og ég sagði, ekki bara gera könnun á því hvað veggingu finnst þjónustuna hjá Hitaveitu Reykjavíkur. Jú, gera það, góð mynd. Svo keyrðum við könnun, einhverjum spurningar með hvað það hét og svarið kom tilbaka. 99% sagði bara, Hitaveita með síma.
99% eða 97 eitthvað, það var alveg bara allir nánast vissi ekki einu sinni að Hitaveita væri með þjónustu sína. Og þá eftir þetta hef ég alltaf áttað mig á því að það þarf ekki marga til þess að vera með skruðningar í hljóðinu. Það getur ekki verið. Ég er með núna í gegnum USB 3. Eru skruðningar hjá ykkur öllum eða bara einum? Þessi bering er bara algjört drasl. En allavega er monitoring systemið mjög lélegt, fyrst að maður getur ekki heyrt þetta almennilega, sko. Ég er með alla glugga niðri og það er náttúrulega verið að fylgjast með mér að tala. Sömu og venjulega, hvað þýðir það? Sömu skruðningar og venjulega, já, ok. Herru, ég þarf þá að reværa hérna aðeins. Ég get ekki verið með skruðningar, rónat og onni það. Tek þetta bara hérna. Ég dætt út á í smá stund, byrði. En heyrið þið núna? Wow. Já. Það hlýtur að heyrast eitthvað núna í mér, blessuðum. Skulum allavega vona það, já, þetta er fínt. Það er ekki meira delay en þetta, það eru cirka 3 sekúndur delay. Glæsilegt. En já, ég var semst að segja það að þarna í Hitaveitunni, þegar ég gerði þetta verkefni þar, þá komst ég að því að það er oft lítill hópur sem getur haft ótrúlega mikinn hávaða. Og og þá það er sko náttúrulega voru þá einhverjir 150.000 í Reykjavík og 1-3% af því er svolítið mikið magn sko af fólki. Þannig að þetta var nú ekki eins mikið vandamál og þau héldu. Og ég er að velta því fyrir mig hvort að allir þessir hlustendur og allt þetta áhorf og all þessi velgengni mín hafi bara verið á meðal leynifélagana sem að hafa reyndar verið að svara gríðarlega mikið það sem ég verið að bardúsast við. En sjálfur sem er alveg sama hver hlustar á mig, skilurðu. En og alltaf séu á þeir líka sem er alltaf svona að skamma mig, svona óánægður með allt sem ég er að gera. Það er svo sem allt í lagi líka. En það er pínu athyglisverð pæling samt. Sett hún Þórdís, stórsnillingurinn okkar. Hún setti að Facebookar-færslu þar sem hún var að tala að það væri 3.400 meðlimir í frímúrarahreyfingunni bara í Reykjavík, sko. 17 deildir, nei 8, það eru 17 á Íslandi, 17 lurkar eða lodsjes og það eru 8 lurkar í Reykjavíkinni sjálfri. Það eru 3.400
meðlimir. Og þeir eru rosalega ánægðir með það, þeim finnst gaman að ríkja yfir einhverjum svæðum og svona. Þannig að við erum algjörlega helsetin af þessum ófögnuði. Og eiginlega ekki gott að segja hvað hægt að gera í því eða hvernig hægt að bregðast við því. En það svolítið merkilegt núna í allir þessari umræðu sem hefur verið og þessari reiði í þjóðfélaginu. Þið sjáu reyndar sko, þetta það sem kallast problem reaction solution aðgerð. Þetta sem sagt falskur fáni. Að fyrst býrðu til eitthvað vandamál og vandamálið náttúrulega að það allur rænt út úr kerfunum sko. Að þessi skattaskjóla vesen, þetta gömul aðferð, svona gömul pípa til þess að dæla illanfengnum peningum úr landi. Og svo þegar að skrúa fyrir þá eru samt einhverjir að fara þarna með, en sko elitan löngu hætt að nota þessar eyjar sko. Þessna kemur Óli og Dorrit bara, já, nei, við erum ekki með neina peninga falda sko. Já, ok. Það trúa því náttúrulega allir, það ekki, af því að þau sögðu það sko. Að þær leiðir eru náttúrulega allar löngu úreltar og skrítið, það sýnir nú svona sveitamannin í þeir sem að verða fyrir þessu, að þeir eru svona greinilega að fá einhver vond ráð einhvers staðar. Þetta líka svo litli peningar, þetta einhverjum milljarðar sko. Þú veist, þessir aðilar sem við erum að glíma við eru miklu stórtækar en þetta. Þeir eru ekki, sko, milljarður fyrir þeim eru bara 7 sekúndur á prentvélinni sko. Þú veist, þeir hafa engar áhyggjur af því sko. En það sem í gangi á Íslandi að það Sorró sem að ráðast inn í landið. Það nefnilega svo fyndið að þegar ég hef gert snat og kó með setunni, þá það algjör tilviljun að sú skript algjörlega beint í mark. Og ég mun kalla þessa deild Sorrós hér eftir. Þess að Sorró, skiljið. Bæti setu fyrir aftan líka. Nú, svo það annar sem að Ford bílanir. Ég á einmitt Ford bíl. En já. Ég þarf að plugga þetta eitthvað. Ég skal auglýsa fyrir Ford ef ég fæ F350. Sko, Ford gamli, hann svolítið duglegur kall, þótt að sé löngu dauður. Að hann með svona, þetta ríka lið skildi eftir sig, eða skilur alltaf eftir svona einhverja foundation. Og þetta fólk hefur verið mikið í lið hefur verið mikið í eugenics og annar foundation og svo nýr núna, Clinton Foundation. Allir peningar í þessum foundation eru algjörlega skattfrjálsar. Jóhannes ekkert mikið að tala það, skiljið. Hann eiginlega ekkert að minnast á það. Ekki segja neinu frá því. Þetta algjör leyni skilaboð frá bak við Hverfisgötuna.
Clinton Foundation og svo er það hérna ICAJ. Er að grínast í ykkur, sko. Nei, sæl. Hvað var þetta? Organization, já, þetta er ríkisfyrirtæki. Ok. Það er bara svolítið að fólki að hlusta, velkomin. Og hérna, það er ekki margir á síðast, það var einhverjir gleypt bláu pilluna grænlega. Hvar var þetta hérna? Hvar var þessi hérna? Já, það vantar I hérna. I, CIA, skilur. ICIA heitir það. Hvað var það lengi að opnast? Búið að loka því. ICEJ. Hérna. Þetta er það ekki. There you go. Bingo. Hérna eru lekararnir. Þetta er lekandinn mikli. Og hérna á bak við þessa gaura eru þessi foundation sem ég var að tala um. Transparency. Þetta er sko, þetta er mjög tengt CIA sko. Og fleirum reyndar. Hvar voru aftur hérna? Donors. Hvar voru donors? Donate. Það eru hérna ICIJ donors. Að hérna það eru töluvert af liði. Þess að þetta er ekki skrifa henni svona. Svo. Já, það var hérna, þetta var Open Society þetta. Open Society Foundation, já. Já, takk. Klikk ekki hlustendur, sko. Já, hérna, já. Fyrir ekki. Það var þarna bara in my face, sko. Hérna eru þeir. Donation, guys. Það eru sem sagt. Það eru hérna. Það eru alls konar furðufuglar að fjármagna þetta, eins og US8, það veit allir að það er CIA operation. Svona allir sem vita meira en ekki neitt. Hvar eru þessi? Hvar eru dónorarnir? Our supporters, já. Ok, hérna eru
nöfnin þeirra. Foundation. Cigarette reusing. The Ford Foundation. Og Open Society, hérna tengingin, sjáðu. Og þið sjáu það að það hefur, ég var að horfa hérna á sænsku útgáfuna á þessum vitleysingum hana, Jóhannesi og sænska fréttamennunum og hvernig þeir voru að undirbúa setupið á Sigmundi. Ekki það að ég veist, ef að menn, Sigmundi braut engin lög, það menn hafa allir sammála það. Og sko, ég ekkert að pæla í Sigmundi persónulega eða persónu hans, ég bara pæli að þetta árás á Ísland og okkar sjálfstæði, bara einhverjir fréttamenn að segja okkur hvað við eigum að gera, við eigum ekki að hafa þennan í stjórn eða hinn í stjórn, kemur ykkur bara ekkert við, þú veist, vil ekki bara fara eitthvað annað. Og þetta þetta lið sem út allt að sita allt í vitleysu. Sko þessi hérna Open Society er búin að vera dýstapalegra Serbíu þegar það var allt saman sprengt í tætlur. Þeir voru á kafi, settu billjónir dollara í NGOs í Úkraínu. Og þannig að það er Ford Foundation, og ekki fleiri spennandi það. Til dæmis ef að ykkur að gera fréttaþátt á eins og Kastljós sem ríkisfjölmiðill og hann að fá peninga, þá þeir eru með til dæmis á Karolina Fund, bara á forsíðunni sko. Nice. Þeir fá bara forsíðuna, flott hjá þeim. En sko, þið takið eftir til dæmis allir kræsisleikararnir sem í gangi. Crisis Actors GoFundMe. Gaur til dæmis, þetta bara annar GoFundMe í Noregi. Okay. Það ætla bara ekki að taka neitt alveg sérstaklega fyrir núna kannski, en þeir fara allir að GoFundMe. Og til dæmis fara menn að spyrja, já, ef að segja Jóhannes hafi eitthvað hitt Soros eða Ford Foundation, þetta að tala um hann hafi eitthvað hitt þá eða tala við þá eitthvað svoleiðis, þetta að tala um það, nei. Sko, það þarf ekki að vera, sko, það getur vel verið að, ég meina þetta vona ekkert smá ferðalög og búið að standa yfir langan tíma, segja þeir, og það eru sko ráðstefnur og þetta liðið búið að hittast út allan heim og svo vilja þeir ekki gefa öll gögnin, sko, þeir vilja matreiða í því gögnin, þannig að það nýtist nú í pólitískum tilgangi. En þeir sem eru til dæmis kræsisaktorar og fá mikla athygli í fjölmiðlum, þeir fá allir beint í crowdfunding. Og svo sita bara einhverju gaurar í einhverjum stofnunum eins og þessari, að þeir sita í Rockefeller Foundation eða Ford Foundation eða einhverjum af þessu foundation og svo bara, já, hann Jói gerði nú fínan díl maður, hendiði smá inn á hjá gaurnum, sko. Og þannig þetta orðið þetta svona nýja leiðin til að fjármagna hluti. Og sko þeir sem eru með mestu mafíu, þetta lið er elítan, þetta 1% af 1%, þeir eru með foundation og það algjörlega untouchable. Og til dæmis World hvað heitir það þessi sjóður sem allur í
þessi hérna, þetta Rothschild sem á þennan sjóð hérna til dæmis. Þannig að þið að hjálpa ísbjörnunum sem að drepa selina munið, éta þá fer það bara beint inn á bankareikning það fer bara beint inn á bankareikning sko, Rothschild í Ísrael, hann býr þar. Það er bara heil hverfi sem heil svona gata og svona hverfi sem heitir bara Rothschild sko. Rothschild Boulevard eitthvað. Og þannig að allar þessar elítur eru í, ég ætla að sitja svo sita þær eitthvað myndir upp á vegg og að draga með túsi svona milli, here is Marisa, she is connected to Julie Miller, rosa drama. Ég alltaf kjáninn bara gefa ykkur hérna allar upplýsinguna bara voila á nokkra fyrir hann sko. Þannig að þetta liðið sem að sem að stýra þessu. Og það nú ekkert endilega þannig að þetta Donalds. Þannig að þetta lið felur sig allt í, ég meina það ástæða fyrir að Clinton liðið kom með Clinton Fund sko. Og þarna verið að sko sita skriljónir dollara inn bara og veist lönd að borga inn í þennan sjóð bara til þess að kaupa sig frá loftarásum eða vesenni sko. NGOs sjáðu. We convene businesses, government, NGOs. Þannig að hugsanlega einhver dónur hér frá þessum foundationum. Það hugsanlegt, ég veit það ekki. Ég bara svona veltaði upp. Og þannig að þessi skattaskjól eru orðið svolítið svona gammeldansk sko. Og svo munið náttúrulega Rand Corporation, það eitthvað. Það svona gamall sjóður eftir hana Rand sittur. Og það þjóðfélagsverk hvað mikið kokkuð upp sko, eins og þjóðfundurinn sem var Delphi prógram. Þið getið raun bara farið hérna og sláðinn Delphi method og þá bara nákvæm lýsing á því hvernig þú getur tekið svona þjóðfund, fengið fullt af fólki og farið að fundinu með niðurstöðu sem þú ákvaðst í upphafi og allir halda þeir hafa komið upp með hugmyndina sko. Og það ekki eins og þetta sé falið eitthvað, þetta bara hérna hvernig þróun á Delphi methodurum. Þetta allt saman í plain sight sko. Sko þeir sem að þurfa eitthvað að vera að fela peningi skattaskjólum, þeir eru bara einhverju klaufar sko. Eru sem sagt nýtsömu kjánanir. Eru svona low level í mafíunni eða stiganu hjá þeim eða hvað það vil kalla þetta. En setning vikunar var frá æðsta strumpi í Harmageddonum. Já, sko, þetta ekki leynifélag, en félagsskráin leynileg. Þetta ekki leynifélag, en félagsskráin leynileg. Þetta eru snillingar hana sem hafa ekkert annað að gera en að kokka upp svona vitleysu sko. Sem að fólk einhvern veginn bara, já, þetta ekki leynifélag, já. Þú heyrir bara fyrsta hluta setningarinnar og fólk hefur einhvern veginn ekki athyglis span lengra heldur en bara fyrstu 3 orðin og svo bara það komið aftur í sónið sitt sko.
En, ég náttúrulega lýst því áður, já, góða kvöldið, velkomin Haffi Einars. Ég, hef náttúrulega fulla samúð með fólki, sko. Ég verð alveg að játa það, sko. Það náttúrulega byggir á mínum, raunheimum, sko. Ég vill vera frjáls, ég vill ekki vera alifugl, ég vill vera lundi. Og svo vil ég koma í alifuglabúið og aðeins að gera business þar kannski. En ég vill ekki búa þar, sko, ég veist vera undir því valdi. Og ég er búinn að vera að hlusta aðeins á fólk í dag og ég er búinn að vera að horfa á fjölmiðlana og verið að hlusta á Alþingi í dag. Og nú eru margir til dæmis að tjá sig sem einhverjir sem voru meira sem er í hagsmunasamtökum heimilanna og alls konar fólk sem ég hélt að væri einhvern veginn komið lengra, sko. Og það er að segja svona bara, já, persónuslembiúrval, persónuval og er bara alveg í hópismannum ennþá, sko. Og ég var eitthvað að hugleiða þetta í dag og það rann bara eitthvað svona upp fyrir mér, já, þetta fólk er náttúrulega bara, það er búið að kippa úr þeim flugfjaðrirnar, sko. Bara tekur bara tvær, munurinn á gæs og aligæs eru tvær fjaðrir, sko. Það er ekkert meira en það. Og það er Truman Showið, sko. Ég var að hlusta á allt þetta fólk, allir svo reiðir og allir eitthvað bara brjálaðir, sko. Og svo lausnir, sko, sem að er náttúrulega, ég mun nota í kenningum mínum páfagaukaheilkennið. Þess vegna ég sést að fólki kemur að páfagaukum. Ég mun nota það í þau vísindastörf að sanna það að fólk kann bara svona páfagaukast, sko. Það hefur bara heyrst einhvers staðar, já, slembival, já, einmitt, að sitja bara, já, persónukjör, já, það er málið, sko, já, einmitt, sko. En það virðist enginn heyra til dæmis í síðustu kosningu þegar ég öskraði með hásana, það er, öll úrslit kosninganna eru fölsuð, sko. Það bara heyrir enginn neitt, sko. Og svo var ég nú aðeins að horfa á þarna fiðurfénaðinn að hlaupa þarna Bessastaði, það nú hleypt inn þarna svolítið af hirðfíflum konungs var hleypt þarna inn í dag og þið sjá að þeir hlaupa þarna eins og hauslæsir hanar sem vita ekkert hvað er í gangi, sko, bara reyndar þeirra hlutverk bara að taka myndir og búa til skáldsögur, sko. Og ég fór eiginlega bara að hugsa svona, þetta greið fólk, það er búið að kippa úr þeim flugfjörunum úr hausnum á þeim, sko. Eins og þú kippir tveim fjöðrum úr gæs og þá getur hún ekki flogið. Sama er, sko, einhvers konar mind control eins og Truman gamli, sko, hann var undir mind control, að það er einhvern veginn búið að plokka tvær fjaðrir úr hausnum á fólki, þannig að það nær ekki, þú veist, þegar að hlusta á mig, það er bara, oh my god, hvað þetta er mikið rugl sem þú átt að segja, sko. Alveg svo þegar að frjálsi fuglinn kemur inn í alifuglabúið og spyrir af hverju flýgur ekki, þú gerir svona, bara flýgur, sjáðu. Þá reynir hinn að, nei, come on, ég get ekkert flogið, ég skil alveg þann sársauka. Og það er bara mjög sorglegt að þessir viðbjóðar, þetta viðbjóðslega lið með öll sín foundation, tax-free foundations, það er enginn að hlaupa eftir því. Nei, þetta er kannski að stofna svona foundation. Hvað segir það? Axelsson Foundation með 5.000 skall. Ég birti nú framlagslistan til mín. Já, það er eins og það er, en takk því sem hafið sendt mér, það er yndislegt
vermir mér hjartaræturnar. Og ég er kominn með íslenskan bankareikning. Hitti á hörkuduglegan þjónustufulltrúa sem opnaði þetta bara quiz bang fyrir mig. Ekkert kjaftæði og ekkert vesen. Kannski gefa þeim smá plögg. Það voru sparisjóður Þingeyinga sem við notuðum í hagsmunasamtökum heimilanna. Við fórum náttúrulega þangað, eða ég fór þangað og mæli með þeim. En þeir eru náttúrulega bankstjórar eins og allir aðrir, en þeir eru svona sennilega þeir skástu. Og eða voru það, maður veit náttúrulega ekkert hvernig. En það var mjög fín þjónusta og þetta er kannski neikvætt plögg, þeir senda mér reikning fyrir neikvæða auglýsingu. Maður veit aldrei hvað gerist. En það er náttúrulega bara óbóðslega sorglegt að fólk er svona sjúkt, sko. Og það er búið að gera fólk svona sjúkt, sko. Það er ekki neinar tilviljanir, sko. En það sem að eins og hann Jóhannes var að segja, ég er búinn að vera í þessu verkefni bara í einhverjum fleiri mánuði, 10 mánuði, sagði hann. Ég er búinn að vera að vinna í þessu. Og við vitum að Snúllinn hefur verið með verkefni í gangi líka. Hann er náttúrulega þið sjáu það að hann setti upp vefsíðu og hann kann ekki að gera neitt sjálfur, sko, þannig að hann þarf að fá borga einhverju fyrir allt. Og rosa mikið læti bara í þessu endurreist, hvað var ekki, endurreist.is. Og ég veðja á að Genakári hafi verið styrktur líka af Open Society. Já, sjá, þetta er svolítið próduksjón. Og sjá líka hvaða fólk er hérna. Ég var ekki að tala Andra í gær út af einhverju. Hvað var það? Hvað samhengi var það? Ég man það ekki. Það var eitthvað sem að, já, fundurinn hana, munið það sem að Göran Persson og Stoltenberg og Dagur hittist, þá var tekið fram í fréttinni að Andri Snær Magnússon var svo hrifinn af þessu, rithöfundur, þannig að hann gert eina bók. Það er ekkert verið að splæsa svona listamannalaunum á mig, sko. Ný, ekki svoleiðis umræðan. Oh my god. Hérna er verið að gefa ykkur á músík. Þetta er svona videoproduction. En sko líka þið farið að horfa á fólkið sem er í þessu, þá sjáum við það er alltaf einn og einn sem er bara grunnlaus, þetta sem ég kalla einn sem er kjánanir. En það er rosalega mikið af þessu fólki sem er þjálfað á stöðum eins og Rand Corporation og nú vitum við að Genakári var í einhverjum dularfullum skólum og leiðangrum í Bandaríkjunum. Svo kom hann heim með einhverja snilldar hugmynda að sjóða saman alla gagnagrunna landsins og skýra það DNA og það er notað í þessum eugenics tilgangi daginn út og daginn inn. Og þið sjá líka hvað allir prófessorarnir, leikonunar, leikar eru mikið notaðar í pólitík, sko. Eins og bara kræsisleikarar, þeir eru reyndar vestasorta leikurum, þeir leikarar sem fá hvergi annars að vinna. En leikarar eru á kafi í þessum business, sko, eru með stuðning frá Open Society eða
Þessi hérna gaur er náttúrulega operator, samkvæmt mínum kenningum, sko. Ég bara horfa á svona samhengi hlutanna. Bara horfa á samið. Við vitum að hann er operator fyrir Sameinuðu þjóðanna. Og já, þetta er bara svona Kambódja. Já, þetta er umræðan, já. Okay. Jú, býtum við. Þetta er bara inn í private hjá mér. Það má ekki. En það er sem sagt cirka svona sem þetta er allt saman gert. Og það eru náttúrulega bara amatörar sem eru með skattaskjól, sko. Það er bara amatöris. En takið eftir því að Jóhannes mun aldrei gera neina mynd foundations. Aldrei, hann mun aldrei gera. Ekki fyrir að þeir hætta að nota það og gera eitthvað annað, sko. Þannig að sko, elítan er alltaf með leiðir til þess að fara með ránsfengið sinn eitthvað. Þeir skrifa reglunar og stýra öllu draslinu, sko. Ég meina sjálfsögðu fara þeir ekki að borga skatt, skilur. Come on. Það er með þess að biblíulegt, muniði. Muniði hvað það var í biblíunni? Voru ekki að læra kverið heima? Kverið ykkar. En málið er það líka, sko, eins og ég hef verið að segja, að vandamálið er að innheimta með skatt með valdi er glæpur, sko. Þannig að allt þetta skattadrasl eru glæpaverk, sko. Þeir sem eru að innheimta skatt og eru í þeim innheimta skatt með valdi og ofbeldi bara hann að eru glæpamenn. Og einhvern veginn fá þeir alla til þess að bara, já, það verður bara allir að borga skatt og allir, en þeir borga engan skatt sjálfur, sko. Þeir sem að stýra draslinu, sko. Og tolla, skatt, já, þið vitið ef að það byrja eitthvað svona truflanir og eitthvað vesen, ef það er eitthvað mikið þá bara slutta ég, sko. Það bara slutta ég útsendingu, sko. Ég nenni ekki að vera að rítengja fram og tilbaka. Ég reyna það kannski 2-3 ára. Svo setið ég bara tilkynning á kommentið að ég er hættur í dag. Það er núna kemur líka það orð að það skipti kannski ekki öllu máli. Og ég finn þetta vissi ekki núna. Já, innheimta. En sko, þið munið í gær að ég var að tala sko að dómar á Íslandi eru ónýtir, veist. Að á meðan að það eru meðan það eru ekki leynifélög sem eru með leynda félagaskrá, ég var að segja þetta rétt. Á meðan að það er í gangi, þá eru allir dómar ónýtir. Fyrir utan það að dómstólar eru bara sér fyrirtæki, þetta er bara business. Þetta er bara eins og rækjuvinnsla Grundartanga eða eitthvað, veist. Ef að rækjuvinnsla Grundartanga skrifar, já, þú átt að borga skatt til pabba míns, þá gildir það ekkert, sko. Það er bara eitthvað það er eitthvað sem að einhver bjáni skrifa bara á blað í rækjuvinnslu, sko. Það gerir það ekkert að neinum raunveruleika eða
eða neitt slíkt, sko. Og sama gildir einhver skattrannsóknarstjóri eða skattstjóri sem skrifar einhverjar tölur, það bara einhver einstaklingur að skrifa tölur, það hefur ekkert vægi eða ekkert gildi. Og reyndar ef þú gengur, eins og ég var að segja ykkur, með dómshúsið, ég sýndi ykkur í gær súlurnar 2 og ætla nú ekki að sýna ykkur það aftur, súlurnar 2. Mattíusar Guðspjall 17:25. Það annað sem búið að þjálfa fólk í, að það heyri bara eitthvað Biblíuna, þá bara kemur bara suð, þú veist, fólk getur ekki einu sinni hlusta á þetta, eða lesið þetta sér til gagns, sko. Eins og bara að lesa goðafræðin okkar skemmtileg lesning, sko, og fullt af flottu pæli í gangi þar, sko. En hvað líst þér, Símon, af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Þess vegna sjáum við að þessi silfurskeiða börn eru náttúrulega öll skatt- og tolllaus og eru öll með eitthvað foundation sem þeir erðu eða fengu í silfurskeiðinni. Og þess vegna sjáum við að meira segja þessi margt af þessum, allan að þeir sem eru hærra uppi, sko, í píramídunum, þar og í 1%, þar erfist allt, sko, bara í blóðlegg, sko. En Símon svarar af börnum sínum, hvað líst þér, Símon, af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Þetta spyr hugsunin Jesú. Af vandalausum, sagði Pétur þá. Jesú mælti, þá eru börnin frjáls. Og þetta náttúrulega eina ástæðan fyrir því líka að útsendarar lurkarnir, að þeir hata Biblíuna, sko. Þeir þykjast vera kristnir en þeir dýrka andstöðu Jesú, sem að stundum kallað Satan eða djöfull eða hvað þeir vilja kalla það. En sko, sumir alltaf að kvarta í mér að ég tala á hægt eða ég gera þetta svona eða gera þetta hins. Ég bara sendið mér linka á myndböndin ykkar og sýnið mér hvernig þið gera þetta með svona harlem búnað eins og ég er með, sko. Því ég hef bara webkameru og reyndar er mér nú betri hljóð en flestir, en samt er ég með smá vandamála á þessum árans beringar. Að sko, ef maður hefur ekki tíma til þess aðeins að stoppa við og hugsa, sko, þessi hugsun, alveg skiptir henni engu máli hver sagði hana eða hvaðan hún kemur eða hvaðan hún er ættuð, að sko, bara þessi setning, bara aðeins að sofa á henni, sko, eða bara aðeins, hvað meinar hún? Hvað meinar hún? Hvað líst þér, Símon, af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatta? Já. Af börnum sínum eða vandalausum. Ókei. Af vandalausum, segir þá Pétur. Sjáðu, hvað líst þér, Símon? Það er Pétur sem svarar. Símon Pétur. Nei, Axel sagði þetta aldrei, þetta var Pétur sem sagði þetta. Sama trikkið, sko. Jesú mælti, þá eru börnin frjáls.
og það er það sem ég er alltaf að reyna að segja ykkur og mjög margir fleiri er að reyna að segja fólki að þeir sem eru, þú veist, fyrir ofan 30.000 gráðu eða hvað þeir kalla þetta, þú veist, sem eru x langt upp í þessum árans píramída, þeir borga aldrei skatt. Aldrei. Og ef þeir lenda í því einhvern tímann, og veist, þeir fljúga allir bara á einkaþotum, við sjáum nú liðið sem er að koma á einkaþotum til okkar, operatorarnir, að ég meina, ef þeir lendi í því kannski einhvers staðar að, þú veist, í staðinn fyrir að vera með einhvern kjaft, þá borga þeir einhvern kaffireikning á hótelinu eitthvað, þú veist, þetta fólk gerir aldrei neitt svoleiðis, þetta borgar aldrei neitt og ég meina, konungsfjölskyldan í Bretlandi, það er bara ríkið sér um viðhald á öllu hennar drasli sem hún leigir síðan tilbaka til fólk, þú veist, þetta er bara svona. Þetta er bara steik, sko. Og svona plebbar eins og Jóhannes, þeir eru á fullu í að vinna fyrir þetta fólk. Af því að í hruninu til dæmis, þá og þarna þetta skattaskjóla business sem byrjaði á Íslandi svona cirka 98 held ég að verið. Þá voru allir að nota þetta til þess að koma undan peningum, sko. Og ef þið bara skoðið hvaðan þessi pakkar koma, sko, þessi gagnapakkar, það kemur frá, sko, svo fyrir utan það eins og Guðjón benti á, mjög rétt hjá hann, það er ekki einu sinni víst að þeir hafa þessi gögn, þeir segjast bara hafa það. Þetta þýska dagblað sem fékk einhver gögn og svo eru menn bara að horfa á einhverja ljósritaða lista og það er engin sönnun fyrir því að þessum gögnum hafi verið hökkuð eða stolið eða neitt slíkt. Og ef að það væri svona mikill áhugi á því að upplýsa allt á Íslandi, allt upp á borðið, heldur það var ekki búið að hakka félagalista frímúrarreglunnar eða Oddfellow eða dúti hvað þessi leynifélög heita, skiptir hann einhver máli. Eða fyrirgefðu, ekki leynifélög, þetta eru ekki leynifélög með leynilega félagaskrá. Já, ég fór með þetta rétt. Þannig að, þú veist, það er verið að leika sér að orðum svolítið, sko. En það sem hann gerðist til dæmis í hruninu, og það er ástæðan fyrir að vera að taka á svona, það er fullt af vitleysingum sem að bara græddu óvart pening. Sko, liðið sem að tæmdi alla bankana á Íslandi, það er allt saman farið skottfrí og margir að búa ennþá bara í landinu, sko, sem fóru með peningum og stálu. Og sumir af þessum mönnum eru núna að koma til landsins eða allavega þeir sem héldu rörunum opnum meðan þeir eru að dæla peningunum úr landi og verðmætunum okkar. Og svona gamlir refir sem eru ábyrgir fyrir þessari vitleysu, allavega ekki að sagt okkur ekki raunveruleikann, veist, og greinilega eru svo forhertir glæpamenn er aldrei að segja alifuglunum raunveruleikann, sko. Að nú er þetta lið að koma sér við öllum útvarpsþáttum, einhverjum eldgamlir meitlarar, sko, að tjá sig að bara, já, það er bara ómögulegt þetta Ísland, það er einhverjum útlendingum sem hafa þessa skoðun og hína skoðun og bara, veist, who gives a fuck, sko. Alveg sama hvað einhverju blaðamenn í Svíþjóð eða Nígeríu hafa á einhverjum pólitík á Íslandi. Það bara kemur mér ekkert við. Ég meina, það er einhverjir erlendir blaðamenn sem að stjórna Íslandi. Er það þannig? Hvers konar rugl er það? Og þessir kastljósarar og 365-arar og þetta lið, allt sem að stundarar og
Já, það var nú einn hérna blaðamaður sem er heilar en heilagasta kúin, hann Reynir Traustason, hann hendi mér út af vinarlistanum sínum í dag, ég spurði hann hvort hann væri frímúrari. Hann sagði nei, þá spurði ég, ert í ykkur öðru leynifélagi, þá henda mér út. Og við fórum alltaf leifa þér ekki að það er annar útvarpsmaður sem að neita að svara. Og kom ekki í viðtal, það er bara, ef þú mætir ekki í viðtal, þá ertu sekur, eða sek, það er bara nýja normið, sko. Og hérna, síðustu víkingarnir á Íslandi virðast hafa verið að þrjóskast á móti þessum erlendu öflum eins og Evrópubandalaginu, NATO og þetta er árás erlendis frá, unnin í gegnum NGOs á Íslandi og hérna og það er problem reaction solutionið í þessu, þessast hérna voði viðbrögð vesen, hérna heit allar ríkisstofnanir vesen, vegvesenið, eitthvað svona, að núna er voðinn, sko, þið sjáu það er uppljóstrað eitthvað skattaskjólsmál og allir fjölmiðlar heimsins mæta bara eins og einn maður og eitthvað svona krakkalegt sett upp á ráðherrann þar sem hann er einhverju viðtali þar sem hann hefur sagt að hann sé að eigi að tala eitthvað annað og hann eigi að tala hitt og svo skiptum tungumál í miðju viðtalinu og svo sýnir hann eitthvað viðbrögð við því að það tekur vist smá tíma að skipta frá íslensku úr ensku yfir í íslensku og þá tekið vídeó af því og það er sönnunin fyrir því að allt sem hann segir er bara lygi eða eitthvað. Og hérna, fyrir utan það, þá kemur útlendingum ekkert við með þetta. Þetta er bara okkar vandamál. Og þeir geta bara tekið þeirra skoðanir og settar það sem að ljósið aldrei skín, sko. Og hérna, þið sjáu núna er svona voða, við bara heilbrigðiskerfið ónýtt og það er allt ónýtt og bara allt í vitlis og allt í klessu og allt bara og allt. En ef þið skoðið til þessu myndbandi mitt, hérna, Silent War, Quiet War with Silent Weapons, það er vídeó sem ég hef gert og hérna þar er talað það til dæmis að sko að þið sjáu það að Seðlabankinn sem er erlent glæpafyrirtæki, það er þessi hybrid samruni einkafyrirtækis og ríkisvalds, mafíuvalds og þeir eru bara með reiknimódel í bankana hjá sér og þið getið bókað það að þeir eru búin að vera að reikna í sínum módelum undanfarna mánuði. Já, ok, það er 3. apríl, ok. Og þá eru þeir að breytum í bókhaldinu hjá sér, kannski 6 mánuðum áður eitthvað svoleiðis, sem situr ákveðin hóp í vandræði, hækka verð á þessu eða þeir hafa þetta mikið vald á efnahagskerfinu. Þeir þurfa ekki að breyta mörgum breytum til þess að allt í einu bara átt ekki fyrir reikningum, sko. Eins og bara vextir, þeir bara setja vextum 1 stig og þá hækka þeim 3 stig hjá þér og þá er ákveðin hópur sem að þeir eru með allar upplýsingar fólk, allar. Og þessir píratapóstular, þeir greiddu atkvæði með því frumvarpi að allar upplýsingar þínar eru samkeyrðar hvaðan sem það er að koma. Sko George Orwell myndi bara, það er manuálinn sem þeir eru að fylgja. Og genakári er inn í því, þessar tölvur hans inn í Vatnsmýri eru hluta hernaðarkomplexnum, það er ekkert með læknavísindi, ekki nema þá þessi eugenics læknavísindi, að eyða fólki með ákveðnum aðferðum, svona kynbóta
aðferðum að þar er búið að vera að keyra rútínur þar sem er verið að reyna bestunar eða þeir eru að keyra líkön af því og þar koma inn bóluefnin og veist, þetta er alveg viðbjóður sko. Þetta er algjör bara þetta er bara alveg svakalegt sko. Og rótin af öllum svona ógeðskerfum og fyrirbærum er innheimtan á skatti með valdi. Hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatta? Þeir bara heimta það. Það stendur ekki hérna af hverjum biðja konungarnar jarðarinnar toll eða skatta. Það stendur af hverjum heimta konungarnir. Þeir bara heimta það sko. Og ef þið horfið í hóruhús konungs, þau eru nú þarna suður með sjó, þetta er ekki Álftanes eða eitthvað, gamla fangahúsinu þar, kallað Bessastaðir held ég, og hóruhúsi við Austurvöllinn. Þar sérðu bara fólk vera að bíða eftir sínum spena eða sprella hjá konungi sko. Að bara horfa á þetta fólk í þessu samhengi sko. Það er bara þetta er alveg rosalegt sko. Og ekkert sko, lýðræði er blekking og ef einhverja líðnum eignast eitthvað þá er það bara þeir bara skriðtaklaðir sko. Kemur einhver skatt áætlun eða sem er ekkert bakka með. Þannig er þetta gert. Þú átt kannski eitthvað land eins og fólki sem á þannig við Breiðamerkursandur, það sem að bláu ísmólanir eru. Það er að fara upp og núna. Haldið að sé eitthvað tilviljun. Haldið þið það? Það er bara, þá er breytt sko flokkun á landsvæði, því að þetta er wildlife svæði og þá má bara enginn pissa í það áttinu sko, eða horfa í það átt sko. Þá bara skotin í hausinn sko. Og þannig er það sem á kannski eitthvað jörð eitthvað undir þessum formerkjum að viðkomandi það gerir jarðeignina hjá viðkomandi verðurlausa. Og og þið sjáið að undanfarna áratugi þá hefur aldrei verið úthlutanir lóðum öðru sinni leigulóðum. Fólk á ekki einu sinni landið undir húsinu sínu. Og hvað ætlar að gera húsi þegar þú átt ekki landið? Að áður þá var nægði íslenskum víkingi að brenna bara land, þá var það hans. Og fyrir konuna að labba með kvígu á einum degi, þá var það hennar land. En þessar hugsanir sem ég er að segja og þetta sem ég er að segja, ástæðan fyrir að þú getur ekki formað þetta, þú bara í huganum, þá nærðu þig ekki hvað ég er að segja og ert bara reiður út í mig, sko. Það er að því að það er búið að taka úr þér flugfjarirnar. Þú getur ekki einu sinni látið hugan reika, sko. Það kemur alltaf eitthvað svona hugsun bara, já, ég má nú ekki gera mig að fífli, sko. Guð hjálpi mér að þú ert í þeim sporum. Ég er alveg laus við þá hræðslu, sko. Ég gerir mig að fífli bara 15 sinnum á dag sko og er stoltur að því. Það skiptir engu máli. En já, hljóðið kom í rugl aftur. Nei, þetta sé ekki aðeir, já. Ok. Já, þannig að það er
Ég sé að frímúringar eru farnir hérna, það engin læti hérna á spjallinu hjá mér, það allir voru rólegir bara. Nei, mér hefur slegið svona rosalega á puttana á okkur síðast. Getur líka verið. Það þetta náttúrulega alveg svakalega grátlegt, sko. En þið þurfið ekki að gera sérstaklega mikla rannsóknarvinnu til þess að átta ykkur á því hvaðan þessi gusa kemur núna, þessi ælið gusa. Hér er nýr ráðherra sem enginn hefur kosið og allt saman tilviljanir. Það er þessi ágæta stúlka hérna. Nei, halló. Heyrðu. Þetta lítur að vera eitthvað tilviljun. Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Come on, Columbia University. Þið vitið Columbia District, Columbia landfarin og allt þetta. Þetta er erlend þjálfaður agent sem hefur ekkert loyalty til íslenskra víkinga. Bara absolutt ekki neitt. Þannig að spuninn sem verið að spila núna snýst það að það er verið að stýra fólkinu inn á stjórnarskrána, sko. Og í heilbrigðiskerfinu er ekkert vandamál nema heilbrigðiskerfið. Það er ekkert vandamál í heilbrigðiskerfinu nema heilbrigðiskerfið. Það er ónýtt, sko. Og það er ekkert hannað til þess að gera fólk heilbrigt. Ef að þetta segja það frá raunveruleikanum, þá er þetta veikindakerfið. Og það var eitt foundation áðan sem að ég benti ykkur á, sem að styður hvar var hann? Einmitt. Það er þetta fyrirbæri hér. Þetta er einn Rockefeller, við erum með Rockefeller heilbrigðiskerfi. Það er bara þannig, sko. Og sko, þessi vísindi eru svo mikill viðbjóður, sko. Það er verið að eyðileggja ónæmiskerfið í fólki, þannig að þú þarft alltaf að vera á einhverjum drasli sem þetta fólk framleiðir og selur. Og það skyldi þó ekki vera að var Rockefeller Foundation talið fram hérna. Ég man ekki þráðinn, ég er orðinn aðeins þreyttur með þessu. Já, ég veit það. Ég veit að ég áttam að því, Gunnlaugur og Alfreð eru úr sömu klíkunni. Að sko það eru líka, sko, þetta er alveg rosaleg aðför að frelsi Íslands og sjálfstæði Íslands. Og því miður þá held ég að þessi orrusta muni tapast.
því miður. Og þið tókuð líka eftir því hvar fjármálaráðherra hvar forseti landsins voru staddir 3. apríl, þið munið það. Að senda mér fána í tölvupósti. Hvað er það? Falskur fáni. Okay. Já, góð hugmynd. Ég ætti kannski að fara að selja falska fána. Má ég selja þennan hafi? En þetta er fáni, sko. Falskur fáni er ekki einu sinni fáni. Þið sendið bara pöntun, hvað kostaði, 10.000 kall? Ég skal selja þér falskan fána á 10.000 kall. Svo bara er afhendingin, þetta er falski fáni, hann er falskur, skilur. Á bárir, og ég sýni ykkur með falska fána. Greinilega ykkur komin með húmor, sko. Falskur fáni. Já. 20%, það var alltaf mikið. Já. Ég kann nú að teikna fána líka, svo sem. Ég ætlaði einmitt að hanna bóli. Það var að vera að biðja um að hanna bóli. Og ég er þetta stundum að melta hluti. Ég er búin að vera að melta þetta svolítið tíma með hvernig bóli á að gera. Og nú er ég komið með konseptið, sko. Ég er komið með svona konsept, sko. Ég ætla að setja hérna kvótin mín á bólinn. Ef ég finn þau eitthvað þau eru á Facebookar síðunni, bremsufarinu í Facebookinni. Að það verður gaman að sjá það. Ég er ennþá að gera auglýsingar. Og ég er að reyna að koma þessu í gang þarna á Karolína Fund. Það er svona fullt af dóti sem þeir vilja áður maður byrjar. Þeir vilja vita hvað maður allar að gera allir þess. Já, þeir að vita það. Það er maður að vita það eitthvað. Ég er með bóli í Redbubble. Það getur séð Redbubble. Það er hérna á, er ekki hérna fyrir neðan bara í comments. Það er Redbubble. Já, Redbubble People, Axelsson Design. Þar eru bólinni mínir og könnunnar og svona. Það er alls konar drasl sem enginn hefur neitt við að gera. Framleitt af litlum börnum í Víetnam sem eru stór skuðuð eftir fórssprengjur. Góðan prís frá Panama. Það er bara fyndin af því í dag. Hvar er Stebbi minn? Er hann að horfa á Liverpool eða? Ég sé hann er að rafla, þetta er 14 minn síðan. Hann er að rafla hérna á Facebookinni. Er hann hættur mókaði hann svona mikið? Nei, ég meina ef þið horfið á fréttir dagsins, þetta er ekki heilbrigt, sko. Eða hvað finnst ykkur? Við vorum að skoða eitthvað meiri fréttir frá því í dag, eða hvað segir þið? Ég bara að sleppa því. Hver er Lilja Alfreðsdóttir? Hver skildi hún nú vera? Reyndar er Sigmundur ekkert farin frá, hann er bara aðeins að taka pásu með þessi fréttamenn fara að grilla aðra hamborgara eitthvað þar. Og já. Cameron. Já. Mótmælendur mættir á Austurvöll. Já. Hvernig
Hvernig stendur á því að þessi gaur sem tók mynd og taldi alla, hann hefur gert þetta áður, sko, hann taldi 1000 manneskjur hérna. Samt er verið að segja í Svíþjóð var verið að segja í Svíþjóð var verið að segja að þetta hefði verið nærri því 20.000 manns. Hvernig verða 1000 af 20.000? Þetta er ekki þetta er bara, oh my god, Jóhannes K. Faldi í sumarbústaðnum í Borgarfirði. Það er vont að taka sér verkefni fyrir andskotann. Það er engin blessun í því. Sjá þetta lið. Sjáðu svipinn á þessu liði. Hagsmunir stjórnarflokkanna ekki að ráða því hvenær kosningar verða. Þetta er bara fjármálamarkaðir taka við sér. Það er sko gengið hefur stórhækkað og greinilega fjármálamarkaðir er alveg bara partí, sko. Já, það þarf að trekkja á svona atburði. Hofstór mættur á Bessastaði, Sameinuðu þjóðir, vinur. Hann er með svona foundation, eða ekki? Hann er með foundation. Hvað eru margir stjórnmálamenn með foundation til dæmis, eða fyrrverandi stjórnmálamenn? Hefur ykkur kannað það? Ekkert hakk. Hvað er verð á kjöttakk í dag? Ekkert hakk í gangi með það? Það er svo rólegt hérna þegar Stebberg hérna. Það er bara ekkert að gera, sko. Það er ótrúlega ósmekklegt að láta þessa mynd hanga inni. Og að færa NATO-lókuð, það er búið að breyta eitthvað. Það merkilega er að NATO er búin að snúa þeim við úr Sýrlandi. Það er hérna það virðist vera smá stopp þar, sko. En hérna það er ennþá verið að sprengja fólk, það er ennþá verið að sprengja fólk í Sýrlandi og það er ennþá verið að sprengja Jemen. Það eru bandarískir, breskir og sádi-arabískir í gangi þar. Sko, þið munið hérna gamla málsháttinn, þegar þeir komu eftir kommunistanum, þá sagði ég ekki neitt, og þeir komu eftir fasistanum, sagði ég ekki neitt, og þeir komu eftir þessum, sagði ég ekki neitt, og munið þessu upptalningu, og svo þegar þeir komu til þess að taka mig, þá var enginn eftir til þess að hjálpa mér. Sama er í gangi með þetta, sko. Þegar þeir byrjuðu að sprengja í Írak, þá sagði ég ekki neitt. Þegar þeir byrjuðu að sprengja í Líbíu, þá sagði ég ekki neitt. Þegar þeir byrjuðu að sprengja í Afganistan, þá sagði ég ekki neitt. Þegar þeir byrjuðu að sprengja í Sýrlandi, þá sagði ég ekki neitt. Og núna þegar þeir sprengja í Jemen, þá sagði ég ekki neitt. Og vittu til að þegar þeir byrjuðu að sprengja í Ísland, þá er enginn eftir til þess að hjálpa Íslandi. Ég veit ekki hvort þið áttu ykkur á því, það er að sama allir þess. Hafið þið einhvern veginn stoppað og hort á svona, hvað er í gangi? Hvað er verið að sprengja þetta allt saman í tællur, sko? Hvað er það?
bara allir kirkjugarðar fullir af fólki, sko. Þetta er í Jemen, núna, þú veist, 1. apríl. Held að þetta sé ekki gabb. Þið vitið að afmælisdagur Frelsi TV er 1. apríl. Ég lagði svolítið á mig til þess að byrja á þeim dagi. Þetta er allt lígi sem kemur hérna frá þessari stöðu. Frá þessu bulli í mér, þetta er allt saman bara blekking, bull og blekkingar. Ég er svolítið að græða hérna skriljónir og skriljónir ofan. Ég veit ekki, ég er að menna tala lengur, sko. Þetta er bara stór vandamál, sko. Ég veit ekkert hvað ég var að geyma þetta allt saman. Svo séu annað með þess að leka, það er alltaf næsti stæðsti, það er 2 terabæt, 2,5 terabæt og svo 3 terabæt stæðsti, það er ekkert einu sem búin að sanna þeir hafi neinn gögnum eitt eða neitt. Þau horfðu á þessa myndir og þau bara blaði ykkur svona ljósrit með ykkur drastli, sko. Þetta eru kannski með ykkur örfá gögn en þeir aldrei með þetta sem þeir segjast þeirra með. Plús það að þau væru með þessu gögn þá væri búið að handtaka það. Nei, það eru sátar sem að stýra því, sko. Þeir eru náttúrulega með hernaðaráðgjafa og vopn frá Bandaríkjum og Bretlandi. Held ég, verulega. UN Human Rights Council, sko. Ef þið haldið að þeir alltaf fara að hjálpa ykkur þá er þið illa blekt, sko. Independent Investigation, já. Ok. Þeir eru að sprengja fólk til dauða, sjáðu. Það er eitthvað rannsaka, við erum eitthvað að kanna þetta. Datt allt hérna bara niður fullt af svona fólki steindautt, sko. Við þurfum eitthvað að rannsaka þetta, sko. Einmitt, sko. Það er rannsaka þetta, sko. Aðtöfum með lög stríðslög, veist það. Þetta eru bara brandarar, sko. Það getið, finnið ykkur að frétt hérna þetta. Hvar er þetta? Gleymdist þetta eitthvað? Já, það er náttúrulega rosalega mikið magna málaliðum þarna niður frá. Rosalegt magn, sko. Það er bara svakalegt magn. Svo nú þetta blöff hérna. Og þeir eru fannar að taka, sko, ætla ekki að birta öll Panama-skjöl. Sjáu þið ekki ruglið, sko. Segja hluti þeirra ekki eiga erindi við almenning. Nú? Er þetta ekki eitthvað glæpó? Skotum lyftað í París. Putin og Sigmundur Davíð eru sammála um eitthvað. Við erum að leita að frétt, sko. Já. Við treystum náttúrulega Shady lagfræði firma í Panama. Þeir geta ekki verið að ljúga þessu upp. Hérna, sko, já, hérna var líka Nordea. Við sannist í þeim líka. Þetta er nú banki minn. Já, það getur meiri verið Berti að þetta séu málaliðar. Þeir voru að þjálfa upp manstu 600.000 málaliðar sem að Blackwater og fleiri voru að þjálfa upp, sko. Takið eftir svona subliminal message. Þið er rosa mikið beitt. Rosa mikið ISIS-fréttum. Hvað er í gangi?
Það er það sama með þennan gagnarleika sem átt að hafa átt sér stað núna, að það kemur krafan með honum að samkeyra allar upplýsingar bara allan heim, sko. Hver átti með þannig hugmyndir? Heitir það ekki New World Order eða eitthvað? Og það er bara svona er þetta gert. Svona er New World Order komið á nákvæmlega eins og hefur verið lýst. Annaðhvort læturðu chippa því eða þú étur það sem út frý, sko, eða drepinn bara. Og þeir hafa sagt að þessi New World Order kampanar, þeir segja við munum setja New World Order á hvort sem að þér líka betur eða verr. Og ef þú ert eitthvað ósátt við það, þá bara drepa þig. Þeir hafa sagt það bara opinberlega. Það er ekkert verið að skafa utan að því, sko. Og ég hef áður birt myndbönd af því að þeir orða þetta reyndar aðeins öðruvísi, segja já, við munum koma þetta sama með orðalagi nei, frímúrarahreyfingin er ekkert leynifélag, en það er bara leynileg félagsskrá. Sama segja þeir, sko, já, við munum koma á New World Order hvort sem þeir líka betur eða verr, og margir munu deyja við að reyna að koma í veg fyrir það. Þetta er einhvern veginn sama og ég var að segja. Maður þarf að fólk er svo það er búið að taka flugfjaðrirnar úr og það næri ekki einu sinni halda skilningi út eina fyrirsögn, sko. Og ala þetta frímúrarar er ekkert frímúrarafélagið er ekki leynilegt þótt að félagaskráin sé leynileg. Frímúrarahreyfingin er ekki leynilegur félagsskapur þótt að þeir hafi leynilega félagaskrá. Þetta er bara heilt fag af fólki sem er miklu klárar en allir sem klárir eru, sem að vinna bara við þetta. Að búa til svona setningar, og ég geti fengið vinnu við það, eða ekki? Ég geti verið svona beta-tester. Ég geti verið svona beta-tester. Svona bullshit-tester. Kemur að segja, já, frímúrarar eru ekki leynilegur félagsskapur en eru með leynilega félagsskrá. Bullshit! I call bullshit. Já, hvað ertu að svíkjast umstefið? Hvernig fór með Liverpool og hvað heitir hitt? Þannig bara að fara að koma undir réttu nafni. Ekki? Ennþá meira gaman. Þú kemur bara steppið því ég er að fara að sofa. Ég er ótrúlega þreyttur núna. Það er hugsanlega bara spennufall eftir þetta sem er í gangi. En það sem er að velta fyrir mér er að jafntefli. Já, ég held ég sé ennþá í öðru sæti hjá okkur, Steffi. Hvað sæti er ég í núna? Já, flýja. Já, ég er að flýja. Frost er með svo frábæran húmor. Hvað er þið eitthvað að fikta í sæti? Nei, ég er ennþá í öðru sæti á vikulistanum. Já, en núna er ég að reyna að koma þessari mynd í gegnum Karolínarfönd, og ef það heppnast þá mun ég náttúrulega taka alla kumpánana í viðtal. Jóhannes Kristsson, það er allir að koma í viðtal á með þeir, sko. En svo er fullt af öðrum svona wannabes frá bankaelitinni Bandaríkja megin. Það er eins og Guðmundur Franklin, hann er Goldman Sachs gaur.
Það er verið að ráðast að okkur úr öllum áttum, sko. Það eru bara það eru svikarar innan borgarhlíðanna. Hún þarf bara að taka þá út, sko. Nei, íta þeim út. En ég ætla nú að minna blessaða leyni pésana okkar á fyrirbæri sem að heitir Nótt hinna löngu hnífa. Ég viss hvort þið munið eftir sögunni það. Það er meira að segja eitt af kortunum í Illuminati. CDC, CDC-kortið frá þeim. Þá er það svona svolítið svona svolítið athyglisvert í þessu samhengi. Og þið sem eruð að mellast hjá þessum hjá djöflinum að það er þetta sko. Síðasta setningin Ef árásin misheppnast þá munu sem sagt þeir sem eru að vinna verða drepnir af þeim sem eru að ráðast á. Og þetta er taktík sem þeir nota og þetta ættu nú leyni plebbarnir að hafa í huga, sko. Og þetta er sama element og Nótt hinna löngu hnífa. Að þeir nota leyni hreyfingarna til þess að koma þessu á sem þeir vilja koma á, þessu níðingsdóti sínu. Og ef að það mistekst þá eru agentunum eitt, sko. Eða þess að þeir sem eru að vinna í þessu ógeði, þeir sem eru að sprauta bóluefni, þegar að það fellur niður þá verður fólk svo brjálað, sko, að vandamálið eyðir sér sjálft, sko. Að þess að það er farið inn í land, þar er unnið og þar er rekrútað svona New World Order eitthvað lið, NGO segi, það er ráð með svona non-government organization eða fólkið því. Síðan gera þeir vondu glæpaverkin, sko. Og ef það misheppnast þá eru þeir sjálf eyðandi í landinu og þeir sem að fjármögnuðu það eða eins og þessar stofnanir Open Society eða hvað heita þessar stofnanir, þessar Sorrow með setu Sorrow, þessar Sorrow stofnanir, þær eru alveg stikkfrí, sko. Og það er það sem þetta non-NGO snýst allt saman og það er ástæðan fyrir að verða að nota svona alls konar leynistrúktur á leynifélög og alls konar vitleysu, sko. Og það er svona svo sem margt fólk sem vill greinilega annarkvort bara lifa góða lífinu eða drepast, sko. Og það er svona það er svo sem skoðun, sko. Að það var ekki Íslandsrós í Íslandsglögginu sem sagði þetta eitthvað. Betra þann versta en þann næst besta eitthvað svona. Að það er ekkert endilega gott að vera í framvarðasveit ógeðsins af því að það er langur hnífur fyrir aftan þig. Þess vegna hef ég kallað lögregluliðið lögguhauga. Af því það er
langur hnífur fyrir aftan þá. Og þannig að og þá náttúrulega ef það þarf að fórna sko, þá peðunum fyrir neðan 20.000 gráður. Í hvaða stigi eru peðin, Stebbi? Hvar er sú lína á skákborðinu ykkar? Það hlýtur að vera svona 25 eitthvað laus, eða 30. Hvað er ekki 33 gráður? Helmingunum því hvað, cirka 17 eða 16, nei 17, 16 segjum bara. Já, svona cirka miðbik 16 til 17 gráðu, þá er það bara fórnarleg peð sem er þar fyrir neðan. Og það er gríðarlega mikið af meitlurum, við getum kallað meitlara yfir öll þessi leynifélög sem er að vinna þessi skelfilegu verk. Frímúrarana. Þeir einhvern veginn liggja svona beinast við, eða ekki? Sko, tökum aftur smálögfræði. Hérna er bankastjóri, einn af frægari bankastjórum landsins, ekki satt. Hérna sjáum við stúkuna. Þetta er alveg Akureyri. Það er bæta samfélagið saman. Já, taka bara upp klettin minn, byrjum þar. Það er þið sjáu þetta merki hérna á 2 súlur. Héraðsdómur. Það er sama merkið hér, sjáu þið. Hérna sjáu þið þetta hús. Þetta bara einu nýju glugga. Hérna sjáu þið þetta fyrirbæri hér og svo sjáu þið sama fyrirbæri hér. Að sko, og þessi hérna gaur vann í Íslandsbanka. Höfuðstöðvar. Sko, þessi gaur vinnur þá væntanlega hér, eða hann, ég veit ekki hvað það er náttúrulega, en takk eftir að allir bankaráðsmennirnir, það enginn af þeim hefur lent í neinu vandræðum með eitthvað svona laga, það er enginn að fara á eftir þeim. En það er héraðssaksóknari, eða þessi sérstaki saksóknari, það sem er sérstakt við hann er að eyða öllum gögnum sem er undir ákveðnu gráðu í þjóðfélaginu. Og það sem ég er í raun að segja, bara svona einfalt dæmi, til dæmis þú, Stebbi, myndirðu neita því að þessi gaur væri frímúrari? Það er náttúrulega leynileg skráning, þannig við vitum það ekki. Þetta er ekki leynifélag, þetta er sko ekki leynilegt félag með leynilega félagaskrá. En það er full sannað. Þessi gaur var að vinna í þessum banka hérna, sem er æðsti strumpur hér. Og hann kemur frá húsi með þessum merki hér og síðan eru viðskiptavinir hans í þessum banka hérna dregnir hérna inn undir þessi merki hér. Þeir eru dregnir hér inn undir þetta merki hér og þar er gerð krafa að einhver aumingi
borgi þessum manni pening eða því apparati sem hann í forsvari fyrir. Og þetta heitir svolítið vera beggja megin borðs. Munið ekki hvað var ein krítiseringin á Simagreið? Já, hann er hrægamur, hann var beggja vegna borðs. Það má ekki. Það er bannað, Axel. Það má ekki. Nú, af hverju má það ekki? Það er svo svakalega óréttlátt, sko. Já, ok. Þetta er betri en því. Í húsið. Greifrímur. Þetta var frímur. Get ekki haft nafn. Hvar er Valur Leppur? Hvar er hann Leppur skreppur, Steffi? Var að segja okkur að það? Nei, fann ég annan. Bingo. Hello. Hver er mættur hérna upp á dekk? Dum, 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 dum. Hvað er ekki búin að Steffi, hvaða klúður þetta? Hvað er ekki búin að semja við Google að reynsa þetta allt saman í burtu? Hvaða rugl er þetta? Hver er þetta? Valur er Leppur skreppur. Og þetta er ekki leynilegur félagsskapur. En félagaskráin er hins vegar leynileg. Já, það er nefnilega það. Nó, það er bara rýtingarnir og allt í gangi, sko. Allir þessir vil ekki auglýsa hjá mér, Steffi. Júlídraum. Við erum búið með það, ég er ekki að fara aftur í þessum umræðum. En af hverju auglýsa þessir gaurar ekki hjá mér, Steffi? Hvað er það? Þessir ættu nú að koma á Frelsi TV. Ég get sagt ykkur það er öll árans frímúrarahreyfingin að góna á mig. Það er einu áhorfendur sem að horfa á Frelsi TV, það eru frímúrararnir, sko. Ég finn nú bara að senda áskriftargjaldið. Hvað er ekki eitthvað kennitala hérna hjá okkur eitthvað? Ég þarf að senda á okkur feitan reikning, sko. Dugar ekki svona leyni eitthvað hér, sko. Að sko allir dómar í landinu eru ónýtir. Það er engin dómur í landinu sem heldur vatni. Dómur úr íslenskum dómar í íslenskum dómstólum eru minna virði en skeinipapir. Ég er bara búin að sanna það hér í kvöld. Og meðan það er einhver félög þar sem eru sannarlega bankastjórar og dómarar og saksóknarar og lögreglumenn og alls konar svona furðu fuglar, þá eru dómarnir þeirra, sko, ég meina með prumpi kemur smá hlýja, sko, en þessum dómum kemur ekki einu sinni smá hlýja, sko. Þeir eru minna virði en prump. Og og öll valdstjórnin er náttúrulega gjörsamlega valdlaus. Og þess vegna er svo mikil panik núna að koma á næstu stjórnarskrá. Það er panikin. Og að það hafa verið örfáir aðrar sem hafa staðið fyrir sem hafa staðið gegn þessum Open Society föndum og þessari erlendu mafíu sem að rænir allan heiminn og ruplar og er svo bara með svona foundation, sko.
tax-free foundation sko. Það ekkert skattaskjól sko. Axel, tax-free foundation ekki skattaskjól. Það svona foundation. Skattfríðindastofnanir eru ekki skattaskjól. Sama og áður. Frímúrarahreyfingin ekki leynilegt félag en það með leynilega félagsskrá. Einmitt. Og skattfrjálsar stofnanir eru ekki skattaskjól. Ég get sagt þér að þeir sem rændu Íslandi og ekki farnir til Elysium, þeir eru allir með foundation. Hvað einn og einastæði. Þessi foundation eru flest með adressur gíska á Brussel og Sviss. Eða Vatikanbanka, Vatican Bank. Þeir eru svo sniðir, þeir eru ekki eins og með tölvur sko. Þeir bara Vatican Bank. Með lykilorðið inn hjá þeim. Hvað hérna? You kidding me? Þetta ekki Vatikan, þetta lítur miklu. Vatikan Bank. Það er ekkert lekið frá Vatikan Bank. Hvað það? Hvað klúður? Closed now, já. Það ekki ringið það bara. Það þetta að loka núna, sjáðu. Closed now, loka núna. Hérna opið, þá byrjum við. Letingar vinna bara til 4:30. Alltaf að biðja eitthvað ekki. Sjáðu hérna. Sérsveitinnar. Nei, þetta nú eitthvað svona jesúítar. Þarna sjáum við hvaðan svörtu sérsveitastakkarnir fá allt sitt. Hey, what's that? The Vatican Bank. Nice. The most secret bank in the world. Oh my God. Ekki líka Forbes. Quote of the day. Continue. Hérna, það verður svona sérþáttur brásað með Axel. Gaman að brása neti með mér, eða ekki? Hey, hver þetta? Head of the Vatican Bank. Ettore Gotti Tedeschi. Italian prosecutors have now detained the former head of Vatican's bank after searching his home and former office for suspected criminal behavior. Catholics and followers of the Holy See. Holy See. Þið vitið að þið komið í gegnum heilaga hafið. Holy See legvatnið hjá mömmum hans. Það the Holy See. Will be disappointed to learn that the Vatican Bank happens to be the umbrella. Já, bara, veist, það alltaf í glæpó. Það og nú búið að bösta þetta ekkert vesen, nú búið að bösta Simma og Putin og einhverja fleiri, Assad náttúrulega. Nú bara case closed. Þetta var staðisti gagnalegi ever. Það fær reyndar enginn að sjá þennan gagnaleka.
nema útvaldir heilþvettingar. Og þetta er bara svona case closed. Þú veist, farið bara að sofa aftur, ekkert í gangi hérna, sko. He reforms the bank. Svo góður strákur. What? Vatican Bank net worth. Jesus, hvað ætli það sé mikið? Let's check that out. Hvað er mikið af peningum í Vatikan banka? Já, hérna er hún Kristján Legar. Munið eftir henni þegar hún var að fara yfir tölfræðina. Verða að hlusta á hana. Flettiði upp Kristján Legar IMF numerologi. Það heyriði hvað er í gangi inn í hauskúpuna á þessu liði. Hvað er Vatikanið mikið? Holy See. The Holy See. Þetta munið alltaf hver kreditir enda. Það hendar hjá einum Holy Father. 59 billjón evrur. Það er svolítið að peningum. Svolítið að peningum. Það er ekkert leynd á hér. Ekki láta svona. Það er ekkert leynd á hér, sko. Credit Suisse, þeir eru ekkert í neinu sinni heldur. Var þetta ekki grunsalegt að ég gæti slegið þetta innan þetta stafsningavillu hér? Það var nú svolítið grunnsó. Þeir eru Svíþjóð, þeir eru allt maður, Íslandi. Credit Suisse Iceland, býtum við. Halló, Ísland, veitu hvað það? Couriers, ég ætla að sækja vinnu á Íslandi. Bara eitthvað bull. Þetta var nú bara eitthvað bull, sko. En það er engin leki hjá Credit Suisse. Það er ekkert leki hjá þeim. Það er allt í góðu lagi hér. Þannig að þetta eru taktískir lekar sem eru ekki eins og lekar, þetta er bara meira svona skáldskapur og vitleysa. Og pólitísku markmiðin, ég held að þeir hafa ekki náð öllum pólitísku markmiðunum á Íslandi. Þeir sá þeir alltaf að koma stjórninni bara frá, eins og við gerðum 2008. Og þegar þeir komu stjórninni frá, þá bara opnuðust það var þó betra að hafa þessa íslensku mafíu á svæðinu, sko. Að Guð hjálpi mér, sko. Og það getur líka verið reyndar, við þurfum að átta okkur á því, það getur verið að húsþrælarnir okkar séu undir hótunum. Ég meina, það er ekki að ástæðulausu að Stoltenberg og Göran Persson er í þríkant á Nordica með Degi, sko. Það er engin tilviljun, sko. Það er engin tilviljun að fullt af herdrasli á Íslandi núna að vera vélbyssuveða lögreglustjórann sem að er bara eitt sjálfstæður kall sem ræður öllu vopnavald á Íslandi. Hann getur bara, Blackwater, svona 50.000 gaurar bara, vélbyssur, ok, hvernig getur, eftir helgi bara, ok. Allt tótali líkal með við lögin á Íslandi, sko. Bara einn gaur í landinu. Þannig ég held að þið 3400 leyni plebbar ættu að áttu ykkur á því að það er vont að fá langan hníf í bakið, sko. Það skilst mér að sé ofsalega sárt. Að ég haldi það væri betra að svíkja ekki þjóð sína. Þetta lið sem er að vinna með er bara
Kúkulukakeli, það svo crazy, sko. En það er eitthvað sem við verðum að átta okkur á. Það getur verið að séu beinar hótanir og við vitum það að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og þessi mafía sko, það skiptir engu máli hvort að mafían heitir Axel, Pétur eða Axelsson. Það er allt sama gaurinn, sko. Skiptir engu máli hvort það heitir USAID eða Open Foundation eða Vatikanbanki eða NATO eða skiptir engu máli. Þetta er allt sama fyrirbærið. Og það hafi verið kröfur hjá IMF að skattleggja vatn og banna að safna regnvatni, drepa ákveðið mikið af fólki með fóstureyðingum og alls konar bólusetningum og einhverju Rockefeller drasli, sko. Bara setti kvótar, sko. Já, þið þurfum nú að skila 50.000 krabbameinum, sko. Þetta er bara eitthvað 20.000 krabbamein, það gengur ekki, sko. Bara pumpa greininguna upp, sko. Svona eru fundið með IMF, sko. Og það er svo sem ægivald að horfast í augu við. Það er bara, já, heyrðu, Simmi minn. Já, hver er í þessum beinu samskiptum? Já, ég meina, ef þið gerir ekki bara allt eins og við segjum, sko, þá bara kemur ebólan og þetta er helgi. Eða eitthvað, þú veist, þá bara. Og þið sáu nú loyalty lögguhugana, við þurfum ekki að passa Sigmund kemur okkur ekki forsætisráðherra landsins. Það er bara fuck him, sko. Hann er ekkert einn á þessum elitulista hérna, sko. Og það er þessi íslenska mafía sem að virðist eitthvað að vera að þráast við. Menn ef að íslenska mafían væri ekki að þráast við, þá væru bara allir í Evrópubandalaginu á Íslandi. Þá væru við bara komin inn í Evrópubandalagið. En það er eitthvað þrjóska, það er eitthvað mótstand, sko. Og sko, demonisering á Framsóknarflokknum er mind control. Ekki það, ég meina, ég gekk úr Framsóknarflokknum, ég vonið þurfi ekki að fara yfir þetta aftur með ykkur. Að þið sjáu það ef að einhver segir, já, ég er nú að spája að kjósa Framsóknarflokkinn, þá er bara, hvað meinar þú, eins og ég lendi bara í einelti á vinnustað, sko. Það er mind control. Það er þegar kippt út við flugfjöðurinni. Að það er eftirtektarvert hvað sá flokkur er demoniseraður. Það er það sem mér finnst mest áhugavert við þann flokk. Hverju er hann demoneraður svona? Hver er ástæðan fyrir því? Og allir litlu alifuglarnir eru bara, það má bara ekki hugsa þessa hugsun, sko. En grunnurinn þar, eða það sem þeir eru að gera, er svona að tryggja landbúnað í landinu og matvælaöryggi og er svona í alls konar, já, veist, það sem þeir eru að gera er svona ekki svo vitlaust þegar þú fara að skoða það, en allir þessi spiða, þessi þjófnaður sem að gengur daginn út og daginn inn er í all valdstjórnin er glæpasamtök, sko. Þannig að það er eitthvað og það er hluti af líka eins og það eru vinstri græningjar sem að bara taka ekki mál að fara í Evrópubandalagið, sko. Og það situr náttúrulega svolítið í þjóðarsálinni líka að hreyfa ekki við því, sko. En það verður núna skriðtaklað og það verða örugglega fleiri svona pólitískar árásir, sko. Sem að munu
það verður bara haldið áfram þangað til þessi stjórnarskrá sem liggur fyrir, af því að það er ekki stjórnarskrá í landinu, sko. Það eru bara fyrirtæki sem stunda skipulagða glæpastarfsemi og háskólar og allt þetta drasl er bara glæpastarfsemi, sko. Og allt byggir það á að innheimta skatta með ofbeldi eða valdi. Þar byrja alltaf hörmungarnar, sko. Og svona reyndar það sem er eins og til dæmis þá segir fólk að þá bara gerist ekkert, það var bara allt ónýtt, sko. En ég meina, hvernig nefnir svona eins og GoFundMe og Carolina Fund og það er fullt af dóti sem verið að fjármagna þar. Þá bara situr einhver inn á einhverju síðu, er það hérna 15 manneskjur sem að eða það er hérna fjölskylda sem vantar og þetta vantar hitt og þá bara GoFundMe, sko. Og fólk er þá með miklu meiri eða með miklu verðmæti af því það er ekkert að borga í einhverja skatta, sko. Og vandinn byrjar alltaf á þessu skattadrasli, sko. Og þessi spunar núna eins og þessi Panama-pappírar, það er bara til þess að herða skattaheimtuna, sko. Til dæmis núna, ég ætlaði að leggja hérna 300 sænskar krónur í bankann. Já, ekkert mál, kostar 100 kall að leggja það inn. 300 kall í peningum. Kostar, bara 1/3 kostar að leggja það inn í bankann. Þannig að það er svona sem að peningum verður eytt. Það verður ekki peningar. Svo er kannski einhver með svona rás eins og ég sem er að tala eins og ég og þá bara 0 á reikningnum eða mínus skriljón. Þetta er þetta total control sem við erum að tala um. Og þeir sem eru til dæmis frímúrarar telja sig margir hverjir vera kristnir, sem er nú bara einhver misskilningur, sko. Frímúrararhreyfingin er til dæmis okkult hreyfing af dekkri tegundinni. Þetta eru satanistar, sko, eða djöfladýrkendur. Og hérna það svo sem alltaf fólk hafi trúfrelsi, sko, en það lítur allt út fyrir að þessi djöfladýrkendur eru með plönum að skaða aðra. Þar fara þeir yfir línuna. Mér er alveg sama hvað þeir gera upp í raskatana á hvort öðrum, sko, það kemur mér ekkert við. En hins vegar ef að þeir, eins og reynslan hefur kennt, að þeir eru að skaða aðra, það verður að stöðva. Og hérna, hvað meinar New World Order foreldraþrjáhyggja, hvað er það? Skil það ekki. Hvar er sataníska biblían? Er það ekki biblían? Það er eini staðurinn sem Satan kemur fram í, ekki satt? En ég veit að þeir sem eru komnir langt inn í satanismanna, þeir eru náttúrulega komnir þetta, já, hann var ljósengillinn, hann er náttúrulega aðalgaurinn, sko. Það voru síónistar sem að skrifuðu þessa útgáfu sem er í gangi núna, eða ekki? Og það er nú þokkalega satanist. En það er líka einkenni á öllum trúfélögum sem að hafa ekki grunnhugsun í trúarbrögðunum. Þeir hérna eru alltaf allan daginn að segja hvað allir hinir eru ómögulegir, sko. Það er eitt einkenni af trúarbrögðum. Þess vegna vitum við allir með svona eins og siðmennt og hvað þessir gaurar heita allir, vantrú. Þetta eru í raun svona útibú frá aðal og költ mömmunni, hana frímúrara skessunni. Og hérna það er já, þá er allavega Stebbi búinn að viðurkenna það, hann er satanic worshipper. Áttum á því og
Ég hef andleg augu og það eru ótrúlega margir búin að vera að vaða hænsnahúsin eða konungshóruhúsin sem að ég sé að míluvegar eru inn í þessari deild, sko. Og já, þannig er nú það. Ég sé að Guðjón er kominn með myndband, ég þarf að fara að horfa á það. Og ég er líka orðinn svolítið þreyttur. En ég hugsa jafnvel að ég verði með live bara oft, jafnvel á hverju kvöldi bara. Og ef einhver vill auglýsa í þáttunum, þá er það velkomið. Og ég mun fara með sérverkefni, þess að ég tek eitthvað efni fyrir og vinna, þá fer ég með það í fund, annarkvort Karolína fund, eða ég útbýða bara á Frelsi TV-inu mínu, sko. Þá stilli ég bara upp einhverju verkefni og þegar einhverju upphæði náð, þá geri ég það. Og Karolína fund, maður getur bara verið með eitt verkefni í einu reyndar. Þannig að ég myndi jafnvel vera með, sko, að byrjum við. Að já, þá mun ég sem sagt svona þá mun ég vanda það mikið betur. Og að sjálfsögðu mun Kastljós kaupa alla þá þætti og Stebbi og Frosti redda mér inn á 365. Þeir kaupi þætti þar líka. Ég hlýt náttúrulega að vera dýrari en Jóhannes, eða ekki? Það er ekki tvöfalt verð með hann. En já, ég þakka ykkur fyrir komuna í kvöld og ég bið ykkur að styrkja og subba og dreifa og ég meina það eru 3400 frímúrar í einu Reykjavík, það er ekki tvöfalt á Íslandi, 5-6 manns. Þau verður nú að greiða fyrir skemmtunina, ekki? Er það ekki í ykkar reglu, þannig? Að já, ég þarf að gera kontrakti upp að því. Það ekki? Nei, ég er bara að fíblast í ykkur. En ég bið Guð og Guð að blessa ykkur. Passið að djöfullinn býti ykkur ekki í betri endan eða aftar endan. Og horfið á þennan sirkus í samhengi við það sem ég var að segja. Þá farið að sjá bara, oh my god, hvað er í gangi, sko. Og ég held að Íslendingar séu svolítið í þessari stöðu að þeim er haldið í hálstaki, sko. Og þeir geta hreyft tána. Nei, sjáðu, ég er alveg frjáls, sko. Sjáðu, ég geta hreyft tána. Það er alveg verið að kyrkja það upp á hálsi, sko. Því miður, þá held ég að það sé rétt mynd. En hver veit. Ég hef nú ekki haft nema cirka 95%, 99% rétt fyrir mér cirka. Ok, takk fyrir, bless og góða nótt.